Velkomin í Hylinn. Smá skellur fyrir unnendur góðra veiðibúða því að veiðifélagið lokað í janúar. Það kemur þó til að góðu og eru þeir félagar upp fyrir haus í því að stækka búðina og verður hún opnuð stærri og glæsilegri í febrúar. Þangað til er að gera að rúnta á planinu hjá Bílasölu Reykjanes og finna veiðibílinn fyrir sumarið. Miklir veiðáhugamenn þessir meistarar sem þar starfa og eru við þeim þakklátir fyrir stuðninginn. Ef þú ert að hlusta á þetta miðvikudaginn 13. janúar, þá langar mig að hvetja þig til að taka þátt í veiði pubquiz Hylsins í kvöld klukkan 20:30. Sára einfalt að taka þátt en þú finnur viðburinn inn á pardus.is. Í þessari viku mætti Guðmundur Atli Ásgeirsson í Hylinn og blaðraði við mig hitt og þetta. Á meðal þess er blekþrykk fiska, gulastraumflugan, Laxádalurinn, smáskrall, fyrirsætustörf, rangá, affall og svo miklu fleira. Ég naut þess í botn að spjalla við Gumma og vona að þú gerir það líka, kæri hlustandi. Guðmundur, velkomin í Hylinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig var sísonið? Þetta var bara fínasta síson. Já. Þetta var alveg skrítið. Mikið svona endurbókanir og afpantanir og bóka aftur og panta aftur og fresta og... Þið fræga COVID-síson. Já, þetta var frekar svona mikil vinna fyrir stundum lítið. Já. Hvar varstu svona helst? Ég var ekkert mikið að gæta, sko. Ég var svona meira að selja veiðilegu í sumar. Já. Var að selja í hérna Fossá, affallið og Þverá og Eystri-Rangá. Það gekk bara... Það vantar ekki laxinn þar? Nei, það var mjög létt að selja þetta. Já. Fullt af laxi. Var þetta ekki bara alveg gjörsamlega tróðið? Jú, þetta var útrúlega sko. Ég meina, það voru, 1700-1800 fiskar sem veitist þann og allt drepið. Það var ótrúlega að það var tekið úr þessu, sko. Þú sá ekki auka vatni? Nei, þetta var alveg magnað, sko. Ég man eftir þér, ég held ég að spila við í handbolta einhvern tímann. Það ekki F á einhverja? Jú. Já, ég kann liðast þig. Sko, ég er gáringur, svo gróttugáringur og svo gróttu. En svo ég held ég að samt spila með á mótið bara í einhverju svona pöppa, einhverju utadeild eða eitthvað svoleiðis. Já, það getur verið. Gamla dag, já, 10 ár síðan eða eitthvað. Já, þeir eru verið FOB eða eitthvað svoleiðis. Örugglega eitthvað svoleiðis. Já, ok. Ég man það ekki, kannski verið í gróttu. Þú varst í handboltanum alltaf, ekki? Jú, handbolta og líka fótbolta. Já. Svo meira í handboltanum. Þá út að maður gett stundað íþróttir á veturnar og veitt á sumrin. Já. Það er svona hætti maður í... Við erum fótboltum var ekki vel saman. Það fara ekki vel saman, sko. Það var mitt ástæðan að ég hætti fótbolta líka. Já, maður var að veiða á sumrin, sko. Þeir getur verið að sparka ykkur á töðru. Já. En hvernig, sko, svo nú náttúrulega annað í þessu. Þótt að það verið fárulega í affallinu. Já. Þá Eystri-Rangá náttúrulega bara 2020 bara, það eitthvað annað dæmi. Já, þetta var flott lokár hjá Einari Lúðvíks. Hann skilaði sér góðu búið í segjasleppingum og svona. Já. Það verður... Hvernig, áttu vonandi að vera eins næsta ári? Ég býsti að veri mikið af tveggjarlagsi. Þannig náttúrulega kemur ljós hvort að veri smálagsin skila sér. Þeir náttúrulega eru að gera þetta sjálfur í fyrsta skipti. Er það Rockstones? Já, sko, Rockstone er ekki með ána. Ok, hvernig er þetta? Peter Rippin er með ána. Já, ok. Hann kom sér einhvern veginn fram fyrir Rockstone. Já, hann kom sér einhvern veginn fram fyrir svona, það var önnur saga, sko. Já, ok. Þetta er allt viðkvæmt og svona. Já, maður fyrir ekkert eitthvað, kannski ómikið í það, skilur. Nei. En Fossá, ég hef nú veit þar, það er fallið á, hún er ekki löng laxasveið. Nei, Fossá er bara eina mínum uppáhald, sko. Þú getur nefnt í ótrúlegum aðeinturum hana. Stóri laxar, það var svona ár sem að kannski verið 70-80% bara stórlax. Hann farið upp í 200 laxa eitthvað leys. Já, þetta er ekki nema hvað kílómetri eða eitthvað? Já, þetta er 1,8 held ég. Okay. 1,8 kílómetri. Þetta eru hana fyrir 7-8 staðir. Það er styrla að standa og kasta í hjálpafór, sko. Já, þetta er alveg ótrúlegu staðir, sko. Fínt að fara hann í 1 dag. Maður kannski nennir ekki að vera hann í marga dag. Nei. Svona kombo á þetta með ykkur öru? Já. Þetta er... Já, líka maður sett í alveg ótrúlega fiskaðana, sko. Ég mist 2 hana örgulega vel yfir 20 pund, sko. Slitu báðir. Ég er ekki alltaf svo leiðis, eða? Ég held að stærsti lag sem ég hef bara séð, það hefur verið í Fossá. Það var ég er nú bara veitt þarna einu sinni, þá
var hérna upp á Dranginum hérna við bílaplani Já. leit hérna niður sko, það voru 2 laxar hérna á hverja grunnuvatni fer niður og hérna Þorgilsfélagi minn títnendur í sem þáttum hjá manni að hann fer upp á Drangin sko og einn mjög stór og hinn lítill og ég sérst fekk hann litla, hann var 86 sko og hinn var sko miklu stærri sko. Ég held að þessi fiskara sem ég misti hann hafi verið svona kringum 27 eða svona 27-8 pund held ég. Ég vissi aldrei veitt sjálfur 20 punda fisk og ég veit kannski ekki hvað er talað sko. Ég veit einu sem veit 20 punda fisk sko, það var einmitt Þjórsárlax líka sko. Það kom hann úr annari spröðinu sem má ekki nefna. Nei. Þú þarf að nefna þetta alls. Það þarf að vera eitthvað misteri. Hérna, þú ert eins og við komin á Hafnfirðingur. Byrjar það að veiða í hérna, læknum í Hafnarfirði? Já, sjálfsögðu sko. Maður var alltaf hérna í sem veiðbúin í Rækjunir. Maður fór þar á flóð og fjöru. Fór hana inn í, það var svona hólkur hana, flæddi upp og þá var maður að veiða sjóbirtinga þar sko. Fór svona grind og fór hana undir ykkur starf. Það var mjög gaman sko. Maður fekk marga sjóbirtinga þar. Já, það er einn kunningi vinur sem að labbar hana mikið. Hann segist sjá alltaf á haustin sjóbirtinga stóra upp í ánni sko. Já, þetta er alveg leynir á sig sá. Urriðavatni var vist í gamla daga eitt besta sjóbirtingsvatn á Íslandi. Alveg það? Já. Síðan alltaf var virkjað og hérna þá bara hrundi stóðnin. Já. Alltaf eitt tölur þetta urriða í urriðavatni. Ég veit það líka rosa mikið þegar ég var yngri. Já. Við vorum hérna, ég átti heima á Álaskeinu, þá var þessi lækur, við vorum með svona band og svona færi bara og vorum að veiða maðkana, þetta lækurinn rann bara sem hérna íþróttahúsið er. Þar voru góðir staðar og vorum alltaf veiða þar. Og síðan fórum við hérna upp í Urriðavatn annars lagi, þá voru svona hestar og við vorum bara eitthvað svona 10 ára eitthvað leys. Það var erfitt að labba þegar maður yngri, þetta bara svona tún og þá vorum við fundum við svona bönd og við stukkum á hestana. Nei. Fórum far með hestunum sko. Síðan fóru þetta einu sinni aðeins verð sko. Ég lenti á okkur ótefni hann og hann kastaði mér á baki, ég lenti á öxlinu, maður að drepast það var ekkert að segja mömmu og pappi þetta sko, þú veist bara drepast í öxlinu bara eitthvað viðbyrðsbrotum drepast í öxlinu í marga vikur sko, en maður náttúrulega þetta var náttúrulega leyndarmálum hans. Við gerum þetta hana nokkur villingar í Álaskeinu. Síðan kom hann að vegurinn sko sem að keyra hann alltaf á Kaplakrika. Þá gátum við hjóla hérna upp í Elliðavatn. Við stálust þar hana nokkur sinnum. Já, ekki bara fínt. Jú, við fórum hana, já, með þetta var svaka, ég var allir ekki verið það í strákur, þetta var svaka gaurar sko. Við fórum hana hjólum og þetta eru góður hjólarúndur. Já, við vorum með neina, þetta var ekkert gírahjól sko, við vorum bara eitthvað BMX bara. Já, bara ekki einu svona BMX sko, þetta var eitthvað Kalkoff hjólaukur og þetta tók alveg hálfan daginn að hjóla hana sko. Við mættum hana með rækjur í Elliðavatni og ána skilu, mókveitum löggan kom sko. Voru að læða ykkur þar niður líka? Já, við hérna tókum hana, svo kom löggan og börstaði okkur. Ég náði aldrei að vera svona frakkurast, fyrst í rætti Elliðavatnar sko. Já. Það verðist vera svona ákveðið þema að margir nefnt þetta svona, þeir stíða fyrst skrefina. Já, þetta kannski Árni Bald var alltaf bara í útgerðna, reykti fisk og seldi, gekk í hús í Orbanum. Þetta kannski búið að fyrna sko, kannski mæti stang og borgis í veili eitthvað tíma. Þú fær reikning frá. Já, og svo náttúrulega var höfnin í Hafnarfirði ákveðið legend allan að Já. Það var ekki alltaf eitthvað sílungsvið þarna. Maður alltaf að því. Það var sluppu einhverjir regnbogasilungar Já, þá fylltist alltaf regnbogasilungi. Ok. Og við hreinsa höfnun úr regnboga sko. Það var alveg vissla. Já, það var mjög gaman sko. Þá átt að mig sig á að geta væri bara umhverfislis og mann fannst það bara gaman. Voru það að fá lax í Elliðavatnum á rækjurnar eða? Já. Voru það bara svona pillar svona rækjur eða? Já, það var svona hakkurfrekur eitthvað, svona litla sko.
Já, maður kannski bara að prófa þetta eitthvað. Já, þetta er eina skið sem ég veit var ekki, sko. Löggan, hérna, hún var, veistu, bara okkar þetta, ég man ekki, við lögum okkur einhvern veginn út úr þessu. Þegar frænka minn ættu húsar eitthvað og í vatninu og veistu, þau með ekkert veið í ánni og nú. Hún bauðst til að skutla okkur heim í fjörðin, sko. Það er náttúrulega geggja. Já, þetta var svona kannski aðeins svona... Og hérna, en við vorum svo margir, við komumst ekki inn í hérna bílinn, sko, svo við erum að hjóla tilbaka, sko, við vorum með hennar laxana á bakinu, sko. Já, þeir hafa ekki einu sinni tekið okkur laxala? Nei, þetta voru ykkur nokkur laxar sem við hirtum, þetta var alveg geggja, sko. Þetta er alltaf algjört ævintýri, maður. Já. Maður að vilja komast í svona, sko. Já, þetta var svona smá nostalgi yfir þessu. En hvenær byrjar svo svona, hvað maður að segja, laxveiðin það sem verðst svona löglegur? Ég er svona, í grunninn er ég sílungsummaður. Já. Og ég hérna byrja sko, fyrir utan þessa laumu hana í ellánum, byrja ég ekki að veiða lax en ég svona byrja að gæta kringu 22, sko. Ég var samt búin að veiða nokkur lax áður. En það er svona, ég byrja svona 22 að gæti í Eystirangá. Já. En fram að því ertu mest bara í vötnunum og... Já, vötnum og fyrir hérna lax á Mývatnssveit með hérna pöbbum vinna mína. Já, ok. Félagar mínir voru ekki eins óhugasamir í veiðinu sem ég. Þeir voru meira... Já, þú veist, þeir vildu djamma og svona. Þú varst bara með pöbbu þeirra. Já, ég er bara með pöbbu þeirra. Sér komu strákarnir seinna, sko, en ég var að fara með hana mjög skemmtlegu mönnum hana upp í lax á Mývatnssveit. Ekki leiðilegust staðar að vera á? Nei, þetta er alveg geggja, sko, maður lærið alveg útrúlega mikið af þessu köllum. Það hefur verið hérna Jón Bragi og Gísli og síðan var Jón Aðarsteinn var hann oft hann í kringum þetta hol. Það var miklu snillíkar. Já, einmitt, Jón Bragi með hérna gula strímirinn. Já, nákvæmlega, sko. Það er geggjufluga. Já, hann bara útrúlega flottur nýtari, sko. Já, það er svona minnir að sagða hann hafi verið að það hafi verið svo leiðilegt að nýta rektor og dýrkampurinn eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þessi er alltaf bara alveg jafn góð, ekki bitir bara. Já, einmitt, ég er mjög hrifinn að henni og hérna svona eins og hotsíli hængurinn með rauðablettina. Við kannski reynum að redda mynda hérna gulastrýfinum, splæsumyndin í. Já, síðan fekk maður margar góðar hérna þurrflugur frá honum, sko. Það er því lít flotta flugur, sko. Það er náttúrulega Jón Aðalsteinn og þessir gæjar voru náttúrulega fyrstir af Íslendingunum að byrja í þessu þurrflugu. Já, þeir voru það, sko. Þetta voru ég sleit sín í hendir á mér, ég fekk gólmeisli, sko, í svona gólklúb, sleit hérna í Já, ok, og og ég var í gifsi hérna í hægri alveg 7 vikur. Já. Svo ég fór samt að veiði í Laxá, þá bauði Jóni með mér í ég náttúrulega var ég erfiðleikur með þetta, þá fór Jón með mér á alla sína leynistæði, sko. Ég grætti heldur vel að því, sko. Sýndi mér hana marga geðveika Var það mér í dal eða upp í? Já, þetta er Laxádalum, sko. Ég hef alltaf verið miklu meira fyrir Laxádalinn. Já, ég er svona alltaf að færast þangað svona meira og meira líka sjálfur. Já. Þetta er svona náttúrulega sama áinn og sami fiskurinn, aðeins stærri niður í dal og svona allt öðru í þessu veiði. Já, þetta er bara meiri challenge. Maður þarf að vera betri veiðmar í Laxádalnum heldur en upp frá að það eru færri fiskar og meiri svona þurrflugu veiði finnst mér. Já, þetta er grinnra svona, þetta er stíktra í fiskin. Já, þetta var hérna, þetta er svolítið langt síðan, sko, þetta er kannski 2001-2002 sem var hérna pluss mínus ykkur ár sem var mikið við hérna. Það voru bara Jón Aðarsteins að veiða á þurrflugu, síðan það voru flestir veiða á Streamer og Akureyringarnir voru hérna á veiða á púpunar. Síðan var áinn bara ekkert veitt á þurrflugu. Svo maður kom hana kannski í Laxádalinn, þá var ekkert búið að kasta á þetta með þurrflugu. Þetta var algjör paradís, sko. Bara, í hollinu var maður kannski bara einn að fá að veiða á þurrflugu. Það er alltaf geggja. Og síðan fekk maður hann á skóla frá Jóni. Þetta er svo magna með, sem ég finnst nýri Laxádal, sko, þetta eru svo stórar breiður, en staðirnir eru svo litlir. Þetta er alltaf bara 2 fiskar bak við þennan stein og 1 bak við þennan og svo er kannski ekki fiskur á neinstaðar, annarstaðar. Þetta er alveg magna, sko. Það
þeir eru vist ekki, þeir voru ekki eins stóri fiskanir þá eins og núna skils mér. Nei. En þetta voru maður, þú voru svona 60 cm fiskar sem voru svona stærstu, það var einn og einn stærri. Enda náttúrulega allt tekið í... Já, það var allt veipi, sko, það maður hugst tilbaka, sko, þetta var fyrir sorglega, sko, menn var að veiða hana, ég man ekki hvað kóti var, 6 eða 8 fiskar á vakt eða eitthvað og menn var að hirða kótan og setja í svarta plastbóka og láta reykja og svona. Það herra maður smatur, skilur við, en veist, maður myndi aldrei gera í dag, veist, maður var náttúrulega lungu hættur að, það var fyrsta ári sem maður hitti eitthvað og síðan bara sleppti maður þessu. Komið mitt fyrst í Laxá í Mývatnssveit 2001 og þá var alltaf 10 eða 12 fiskar á kóti, sko. Já, þetta var eitthvað. Og 18 stangir í ánni. Ég veit það. Þar á því svæði, sko. Þannig að það eru 180 fiskar á dag, sko. Ég veit það. Þannig að það er alveg, já, það eðist sem hafi tekið þar, sko. Já, en þetta var samt alveg magna og þó að tekið svona mikið úr ánni þá heldur samt alltaf dampi, sko. Já. Það er kannski minni fiskar. Já, þú veist, nákvæmlega, þú veist, lífmassinn, maður kannski veiðir ekki Laxá í kaf, en ef þú sleppir þá ferðu stærri fiska. Já, en það voru náttúrulega seiðum sleppt í Laxána. Það gleymist kannski oft. Það er einmitt... Það er kannski, eins og með Laxárdalinn, það voru, ég veit ekki að það sett mikið hérna urriða seiðumanna. Þetta var kannski einhverju 1000, sko, það er kannski bara helt upp veiðinni. Já, náttúrulega veiðin hrapaði náttúrulega þegar þessu var hægt. Já. Svo náttúrulega, það er búið að ræða þetta margoft náttúrulega, þessi Landsvirkjun virkjar náttúrulega, þá þurfa þeir að leggja til eitthvað í fiskirækt, sko, og gerðu það með þessum seiðum. Svo koma náttúrulega tökuvarnir og þungubúbunar og menn fara að veiða meira og... Ég veit það, sko. Þannig að þetta er svona örugglega einhverju samverkandi þættir náttúrulega. Þetta er náttúrulega að veiða urriðana í Laxánni og Streamer náttúrulega bara, þetta er svona rosalega tökur, sko. Og það er ekkit, þetta er alveg geggjaða tökur, sko. Þetta er bara, tóðar í hendir á mér, sko, og hristir hann, skilur. Það er líka, mjög gaman að vera henni í dal og svo sem margir svolítið staðir upp í Mývatnssveit líka, Strákaflói og það er svona, fiskurinn getur ekki farið neitt niður, þetta er svo grunnt, hann verður bara strauja, hann getur ekki farið á neitt dýpi, hann getur ekki þumbast, hann verður bara trillast. Ég veit að þetta er alveg geggja. Það er bara á sporðurum. Já. Síðan náttúrulega var maður náttúrulega ekki í Hlíðavatni og öllum stöðum, sko. Já. Laxvegin, sko, maður náttúrulega fekk bara reynsluna úr Laxvinna að gæta, skiljum, og að gæta menn sem voru miklu betri við en maður sjálfur og maður bara lærði svona hægt og rólega. Það er náttúrulega svona eiginlega kannski eina leiðin til að komast að þessari dýrstu veiði. Já, maður hefði ekki derna á þessu. Ekki séns. Það er bara... Maður er bara að vinna við þetta. Já, maður fekk að fljóta með og heppin fótt... Í sílungsveiði. Heppin fekk að taka 1 og 1 kast og svona. Já, nákvæmlega. Geðsáttur. Borga fyrir það. Það var svona... Ég áfæmið, sko, aðra minningaðir, sko. Við erum svona leiðir okkar ekki mikið leiði saman, sko. En hérna 2005 upp í Kjarrá þá var ég 17 ára og svona træal að fara að gæta hana. Ertu að meina hana partí, hana holli hana? Já, við skulum ekki hafa mörg orðið það. Við fengum að veiða nóg þá. Já, það var nú bara vesen að koma sem mönnum út í sko. Þetta var rosalega, sko. No comment. Já, ég veit ekki hvað maður var bara að spyrja mig eitthvað setjum út í þetta, sko. Það er mikið til að sjokkara mig, en ég var sjokkari hana. Þetta var rosalegt. Ég segi ekki neitt. Þetta var á 4 árum. Já, þetta var náttúrulega þarna að setja Kjarrá, þetta var Íslandsmet í laxveiði, 4200 laxar, þannig að það var mjög gaman að vera 17 ára og kallinni voru bara upp í húsi og maður fekk að fara út á veiða. Já, ég meina, ég sagði, komum við getur farið inn upp í hús og dottið, nei, hún farið á veiði, maður er ekki bara að gera neitt. Horfðu þér á mig svo er ekki að rugglega, sko, hvað meður þau? Farð þú á veiða? Ég sagði, ég ætla ekki að veiða laxana ykkar. Ok, hús og dettur í það. Ég sagði, er ekki grínast þið það? Nei, hún mótt hérna, ég sagði, ok, ég þá fer þá við það. Náðið 3 laxa fyrir okkur. Ég man eftir þessu, ég fór með þér og varst á okkur hvítum Suzuki eða eitthvað. Já. Fórum við það, ég held að þú fengið 5 og ég fengið engan. Það var auðmíkjandi. Þetta var sem betur fyrir þetta ekki svona mikið ennþá, maður þurfa að fara að veiða laxa til þess að hvornar trúið þér hafi verið í við. Já, kannski þetta mæta heim með eldislags.
Svo líka kannski ekki alveg trúverið er ekki verið að setja Íslandsmet í þessari á í veiði og það bara fékkst engan Þetta var rosa veiði bara, þetta var alveg ekki sko. Þetta var ótrúlegt ár í rauninni. Já, ok, veistu það þú, ég vissi. Ég var smápálegan. Já, vissi það, ég bara þetta núna sko. Þetta er langt síðan maður. Já, það ætti kannski engin 17 ára krakki átt að vera þarna. Já, ok. Svona þess að fyrir í smáatriðin á því. Já, þetta var það er bara nú komið meira með þetta gætir í sko. En 22 ára byrjaði að gæta í Rangárnum. Já, ég byrjaði hjá Laxá. Það var alltaf feikna veið á þessum árum. Já, þetta var mjög gaman sko. Það maður svona fyrstu skrifamæs í tvíhendum. Já. Tvíhenduköstum, maður kunni ekkert að kasta maður. Nei. Aðeins skári núna. Já, ég skal trúa því, það er líka aðeins búið að taka á þessu. Já, og þeir voru komu danski snittingar og tók okkur hans í gegn. Já. Kom danska bylgjan. Henrik Mortensen og Andersen og... Nice grills. Já, þetta voru rosa kalla sko. Já, þetta er alltaf algjör nagli. Já. Þessar myndir voru alltaf geggjaðar sem voru teknar upp hérna. Já. Það var ykkur á Íslandi að kasta svona, kannski ykkur gutt að vera í norðan í Laxá eitthvað. Já, það voru náttúrulega ykkur breta sem voru góður, Michael Evans var að kasta og svona skilur, það voru nokkrir snillingar sko. Við Íslendingar, við kunnum ekki að kasta maður. Við vorum bara, dundurinn með segna svona óverð kastuðum bara og... Já, helst voru menn að nota tvíhendur til að ræna maðki. Já, nokkarlega. Við voru kannski... sem voru kannski meiri reynslu bara í að veiða lax en ekki kasta. Já, einmitt. Það var kannski öfugt hjá þeim. Það er náttúrulega, þeir eru náttúrulega Norðurlandabúðinir eru náttúrulega minna fiski og tré fyrir aftan. Ég veit það sko, þeir eru margir alveg geggjaði kastara sko. Við getum alltaf bara lúðra þessu. Já, við höfum kannski pæla minni í þessu skilu og við bara hafa flugun úti og þá komið fiskur á. Já, einmitt. Þeir eru kannski meira kasta allan daginn og það kemur einn og einn sem býtur á. Já, og hobbyið er svolítið mikið líka bara að kasta. Já. Þeir eru útlegir hana. Þetta var svona skemmtileg tími, þetta var margir karakter hana, Kitty var hana heitinn. Já. Skúli, Kristins og fleiri sko. Þeir voru, er einhvað þessum köllum en þá og gæta, Pétur og það er bara endurnýjast náttúrulega rosalega mikið núna sko. Já. Einar Lúðvíks var hann líka, þá var hann ungur að sleppa á svona. Já, þannig er Þröstur hættur. Já. Þröstur var með Ytranga og Laxá var með Eystri. Já, passar. Og Laxá náttúrulega á þessum tíma alveg risa dæmi. Já, ég meina það var rosa. Það flakka á milli og eru náttúrulega með Miðfrá og Víðdalsá og... Já, ég var ekki mikið þar, ég var meira hann bara á Suðurlandinu. Já. Náttúrulega Laxá þetta var fyrirtæki, þeir eru búin að alveg marga góða veiðmenn og gæta þeim að þakka. Klárlega. Átna, hann hleypti mann inn í þetta á sinni tíma. Það er alltaf erfiðast að fá að koma ég fekk svona það var einn pabbi vinur minn sem hafði sambandi Átna og svona kom mér inn í þetta. Röflaði ekki og Átni lofaði hann að ég myndi fá eitthvað jobb og ég var eitthvað þrjóskur, Vist að hann var búin að lofa mér, þá fór ég bara hangur til ég fekk að gæta. Þetta var svona fyrsta árið, sem fekk ég meira næsta árið, sko. Ég staði mig ágætlega. Ég sótti mér á þessum tíma vinnu sko, í eldhúsinu í Rangá hérna held ég. Bara við sem langaði að komast einhvers staðar að veiðhúsi. Sko. Já, nákvæmlega. Nei, ég var ekki æfur í faskið þarna 17 ára. Þetta var skemmtileg tími maður. Þetta var svona... Það var svona nokkuð partí og svona, það voru nokkar skemmtilegri uppákomur. Já, eitthvað sem má segja frá eða? Já, ég meina, ég get alveg komið með eitthvað svona partí, sko. Já, það er alltaf skemmtilega, sko, ef það má ég höfðu segja frá þeim. Já, ég ætla kannski ekki beint, hún er kannski tengist... Það þarf ekki að náttgreina, sko? Nei, ég ætla aldrei að fara að droppa eitthvað nöfnum, sko. Það er þetta er svona meiri félagahópnum skilu. Við vorum þessi við sem gerast í Laxá sko, mjög sett. Já, ok. Það var svona mjög hressistrákar, við erum í flugufélagi Hugrenning og vorum að veiða hann í
lags á Mývatnssveit og það var svona partí kvöldi og hann var svona stráku sem hérna missi sér stundum ekki sko, en þetta fór hann alveg þarna var hann alveg búin að fá sér 1-2 og marga og það var hérna maður í hópnum sem félagana skalla Frú Sigríður Sigríður? Já, hann er fyrir hann kynur Já, þeir kalla Frú Sigríður bara góð bandir já, hann var að tala við félaga minn og hann sýndi hann mikið áhuga sko og hann alveg, ég er sko tónlistarmaður og ég er viðskiptafræðingur og alveg, við náttúrulega allir bara þögnum sko, bara þögn og hann var blindur hann alveg svona, já og síðan eru ráðherrar upp í veiðhúsinu og síðan áður en við maður þá var hann bara klæða sig úr allir fötunum og hann dansandi nakin allir bara á Adamsklæðum já og veist, ég held hann bara ekki það var kannski allir með sjálf að sé sko síðan fer hann bara að sofa sko og við tökum narbuksunar og hengjar upp í urri að kjaftin sko það kemur hann daginn eftir og bara, shit, hvað gerðist í gær maður? Við bara, sem fer hann inn í stofu og sér narbuksunar hanga hann í urrakjættunum og hann bara, ég held hann ekki þóra að fara að veiða í nokkur ára eftir með okkur sko. Jésús. Þetta var alltaf ekki gaman að því að vantilega sagt var hann hafi verið nakin að dansa verið ráðherra hana. Já, ég held að, ég veit ekki alveg hvort að hún hafi hvort hún var nýfarin eða fór bara þegar hann var að dansa fyrir hana var að falla fötin þetta var mikið hjör já, snilt maður er svo sem síðinslegt líka já, ég meina þessu bíómyndina síðasta veiðin, maður er svona upplega það voru marga tengingar já, marga tengingar hana sko það er eina sem maður ekki upplega er að þessi líki sko já, það er en það verður áfengislíki já, í bótunum í bótunum sko ekki... Heri, já, svo já, þú ert náttúrulega hvernig er þetta, hvað ár er þetta sirka hana 4-5 eða hvað sem þú ert að byrja hana nei, fyrir 3-4 já ég þetta er sko 2001-2 já, ok, svo snemma það var 22-23 og svo náttúrulega ertu þar að djöflast alveg fullu en maður er líka tekið eftir þér í svona sambandi við hann Þingvallaur þú var svona snemma farin að targeta hann svolítið já, ég byrjaði mjög snemma þar ég komst að þessu með Þorstisvík já og þá voru þetta bara svona maður er veiða svona 2-3 punda fiska þetta voru í svona torrum maður er veiða þetta við hitinu sko og síðan fekk maður einn svona kannski 5-6 kíló þá var það bara það var bara bara ótrúlegt að ná svoleiðis fiski en núna er það bara það bara náttúrulega á hverjum degi skilur þegar við svona fiskar á hverjum degi og upp í 10 kíló skilur síðan var ég að vinna upp í Orkuveitu og þá hafði ég svona deildi sem ég var hjá og þeir vorum umsá með Þorstisvík ég gæti bara farið hana bara með líkila líkila fyrir hliðinu og fór hana bara eins og ég vildi skilu þetta var alveg geggja tími maður var hana já ég menn ást maður var hana fór hana hverjum degi skilu bara og varst að vinna upp á Nesjavöllum eða brunnaður bara já, ég var að vinna meira upp í Helliseyjarvirkjun og síðan á suminu stundu var ég svona, tók ég vaktir upp á Nesjavöllum, ég var kynningar fullur þar, það er svona almannatengill og þá fór maður fór maður eftir vinnu eða fyrir vinnu skrap og veit ég eitthvað smá tíma og sem fór maður skilu þetta er alveg geggja sko já, þetta er alveg geggja sko og gerir Tráðin Salmón greinum þetta ég ætlaði að targeta þetta meira þegar ég var að byrja svona minn fyrir að selja veiðferðir og gera hann eitthvað vídeo og greinu í Tráðin Salmón ég man til þessu vídeo að geggja það maður það var nú ekki 3 pundari þar
Nei, ég setti eitt risa stóran þar. Alveg, það var bara fyrsti urinn sem ég mætti með þessu krúðu hennar og þetta var fyrsti fiskur sem ég setti í þá, sko. Þetta bara vídeóir í réttri tímaröð. Já. Það var risa fiskur, sko. Hann var örugglega 20 pundari, sko. Það var aldrei breyk, sko. Nei, ég var einmitt svolítið að sniglast þarna þegar þetta var svona, maður komst yfir einhverja, þú veist, þá kom þetta einhver talnarlið og eitthvað svona. Já. Þetta held ég orðið fyrnt í dag, sko. Það var einhver vinur sem átti frænda sem átti sumbústað eða eitthvað Double Jordan, með maður það, 23-23 var góðinn, sko. Svo var hún breytt, sko. Það var mikil skellur. Já, skellur, sko. En það var gott að vinna hjá Orkuveitunni á maður með alltaf númerið, sko. Já, það hefur ágætis fríðindi með starfi. Já, þetta var alveg geggja, sko. Síðan alltaf, spurðist þetta út, það var alltaf fleiri og fleiri að stelast hana. Já. Síðan alltaf fór þetta bara í útboð og það var gott mál, sko. Já, þetta var svolítið óþólandi að undir lokin, maður var að labba eða eitthvað leiðis og svo komaður og þá voru bara 20 manns og bara letingjar og... Já, þetta var svolítið leiðilegt að menn var að drepa þetta. Fiskur var ótrúlega styggur. Já, ég veit það. Og svo lágu bara líkin í sendirum hana. Ég mætti hann einu manni hana, sko, kom hann á, þá var einhver að draga inn hérna risa urriða, hann var svona 13 punda og hann strandar honum. Við bara, það var ekki tekinn á makril eða eitthvað, sko, og síðan bara fiskun spriklandi hana í flæðamálnu og maður bara horfður hann, hvað ætla hann ekki að sleppa honum? Hann ætlaði greinilega ekki að sleppa honum og hann ætlaði heldur ekki að drepa hann og hann var bara hérna spriklandi maður bara gæti ekki horta á þetta og ég labbaði til hans og heyri hérna það var nú alveg flott þú bara sleppa hann, ég bara, nei, ég sleppi ekki þá verið ágætt að drepa fiskinn og þá bara vera hann 2 mínútur aflífa hann, sko hann sagði, ég hef aldrei drepi fisk í Þingvallavatni ég alveg bara þá bara að drepast á bakkun ég sagði, ég get ekki hort á þetta þetta er 13 fiskur, þá ekki bara slá hann fyrir þig já, ef þú farið ekki út úr því ég sagði, ég farið ekki út úr því skilji, bara get ekki hort á hennar þjást hennar fiskinn þetta var mjög spes það var alltaf tímabili hérna einn ágætis náðungi sem var hérna mikið bara og var bara fann að selja, sko það var hérna, hvað ekki Sægreifin eða eitthvað, það var hann að auðlýsa þetta alltaf nýr Þingvallavatni já það var hérna einn bara kontraktið með slóðan í hotninu hana í Þóttasvíkinni hann Örn var náttúrulega líka bara að draga á og svona, skilju Örn á Nesjum það var heldur gaman ég fór ekkert tímann pappa og vorum að mörgar síðan, sko, kaupa viðleif á honum, sko, við vorum ekkert að fara beint í Þóttasvík, sko, vorum bara að fara við að bleikið hana hjá honum, sko og hann eitthvað, hvað kostar þetta? Hann bara, 2000 kall eða eitthvað pappi tekur upp svona eitthvað smá vöndula seðlum, þú veist, ekki eitthvað búnt, sko, bara nokkra seðla og tekur 2000 kall að lætur að fá og svo bara svona tekur hann á og svo horfum við á svona vöndum tökum minnið bara reysa hann og rendur á 3000 það er ekki típa hann er rosa típa, sko hann er ekki að hugsa hvað öðrum finnst, sko nei, þetta er náttúrulega svo mikið að smurja í dag, sko spurning hvort hann sé búin að fölga svo mikið maður fekk núna svolítið mikið að fiski í fyrra og núna sem voru bara grindtóraðir okkar sem voru bara ekkert annað en sporður og haus er ekki 1000 tonna murtu í Þingvallavatni já, maður veit ekki að lítur að vera eitthvað balans maður veit ekki það er bara svo lítið til að upplýsingum hvernig þetta var í gamla daga, sko. Nei, ég veit það var náttúrulega líka það var alltaf skordýralíf þarna áður að þeir fóru að eitra bakkana og... já, það var ekki svo mikið mengur frá bílum og öllu en það kannski kemur eitthvað jafnvægi á þetta bara já, en það var mín tilfinning að væri eitthvað minna að borða fyrir urriðan já, það getur vel verið ég veit ekki hvort, ég er náttúrulega ekki sérfræðingur þetta en það er bara svona tilfinning sem veiðmaður það er kannski ég ætla ekki að hvetja menn fyrir að drepa en þú veist,
það er eitthvað ég held að vanti eitthvað smá balans hana. Það kemur kannski einhver tíman að því og kannski komið að því að það er orðnur og margir eða? Já, ég meina, maður fer upp í Þingvellan og við kannski hálfum degi kannski 7 fiska og við þjókar og kannski allir yfir 7 kíló, skilur við. Núna, það kannski það er heldur ekki eðlilegt að við erum svona marga svona stóra fiska. Nei, kannski ekki. En þú veist, við vitum það ekki alveg hvað er eðlilegt, sko. Nei, það er svona orðið ansið þétt á þeim hann í öxarunum, veistinn. Já. Það er alveg bara teppalagt. Já, það er kannski bara skemma fyrir ykkur öðrum þegar það er að hringna. Já, nákvæmlega. En við þurfum að spyrja Jóhannes út í þetta. Já, þetta er náttúrulega útmagnaða fiskur, sko. Þetta er ekki huga að drepa svona kvikindi. Nei, og svo er náttúrulega þetta er rándýra, þetta er kvikasilfur, mengað og allt þegar þetta komið upp í þessar stærðir sem þú ert að tala um. Já, ég veit það. Ég er nú samt borða Þingvallur, sko. Hann var svona lítið sem dó hjá mér, hann var mjög góður. Já, ég skal alveg trúa því. Ég er nú bara ég á það eftir. Þessi dó í blætt út. Herri, þú ert með fyrirtæki. Já. Fly Fishing in Iceland. Já. Þú ert svona skipulegir ferðir fyrir útlendinga mest eða ekki og ert út allt, þú er eitthvað með ár og leigu og svo ertu að kaupa bara út allt og Já, þetta er bara svona lítið fyrirtæki sem við bara sjálfur bara með. Ég er ekkert með neina starfsmenn en eins og leys, þetta er bara svona til að bara lífa afskilu. Þetta ég er búin að vera með nokkur ára leigu, fyrst áin sem ég tók að leigu var Laugardalsá. Ég var með Jonna og Helga og saman í samfloti með það. Það gekk bara vel, sko. Já, frábæra á. Já, mjög skemmtilega á. Þetta var hefði mátt vera meiri veiði en þetta er mjög skemmtilegt að vera hana. Hún hefur svona aðeins var náttúrulega svaka heit þarna vantarlega kannski einhverja sleppingar sem að koma því en Já, það var þeir voru svona í að því hvort að maður ætti ekki að setja eitthvað kvipbókaseiði eða seiði, gönguseiði, ég held að laxa að vera að gera það einhverju magni en við tókum hana ána og það var náttúrulega allt drepið í áni, allir töggjarlags og allt saman og það var engin kvóti við fórum henni í flugu og þá mátti hér 1 smálags á dag. Skynsalegt. Já, mér skilst að sé búið að fjórfalda það núna hjá Hákveifélaginu. Já, ok. Og ég veit ekki hvað er alltaf að fá þessa fiska, sko. Það má uppfylla hennar kvóta með að drepa yfir 900 fiska. Það verður eitthvað rúmlega 100 fiska sem við veist hana. Já, síðan 2 ára er þetta mitt einhver stærk kringum 100 bæði árin alltaf, en alltaf einstök ár þannig séð en já, þetta er svo að komið nýtt veiðhús þarna líka núna, það er viðbygging þetta er mjög flott, glæsilegt. Þetta er mjög flott, sko hún var alltaf í kringu svona meðtalið svona 300 laxar og ég held þessi 5 ár sem ég var með hana, þá fór hún einu sinni upp í 500 önkar laxa og síðan var hún alltaf svona 100, hún vildi að fara einu sinni 200 eitthvað, sem var alltaf undir 200 lögsum. Okay. Og hann er í 132. Það er alltaf ekki frábært að 3 stangir, sko. Nei, það er ekki gott, sko. Ég held að hann er 70 eitthvað í fyrra. Já. Og eitthvað meira núna í ár. Ég mitt fór hérna í fyrra, var hérna 15. til 18. júli með útlendinga. Ég held að það fengi 2 fiska. Já, þetta er svona prime time hana. Já. En þú veist, þeir eru náttúrulega ekki mjög graði veiðmenn en það var bara engin fiskur annars. Nei. Það er mjög lítið, það var konar einhverjir 40 laxar ekki tellir eða eitthvað. Já. En það er að veit 108 cm. Það er náttúrulega, maður sé alveg þýlt stóra fiska þannig. Já. Sem alltaf það maður að veiða þetta með svo litlum pöttum, þú veist, bara í ykkur svona mikrohitsi og 16, 18, þú veist. Og svo er náttúrulega svolítið athyglisvert við það er þessi efri parturinn þarna fyrir ofan vatnið. Já. Ég kíkti þar hann í allar hólur, það var ég sá enga fisk en er eitthvað að veiðast þar? Já, það er heit laugana hérna svona mitt og milli vatna þar er eitt góður staður. Ok. Ég man ekki hvað hann heitir en ég hef oft fengið laxa þar. Ok, frábært. Þetta er náttúrulega útvalli á efra vatninu, það hefur verið nokkri fiska þar líka, það er býna erfitt að fá hann þar. Já. Það er mikið að sílungi, þeir eru búin að taka þetta árum maður fær lax, skemma þetta.
Svo við vorum búin að nefna hérna Fossána. Já. Svo ertu með júniveiðina í Rangárnum. Já, ég fekk hana fyrir nokkrum ári síðan. Þetta var svona pínu vilda vestri sko, það var frítt að veiðan í júní. Það voru margir sem fóru bara á veiddu og frítt og Já, var svona, voru ekki að taka snemgengin fisk í klakið og Jú, svona leysumennir og aðstæðendur. Og síðan alltaf spurðist út svona 1 ári, held ég að komi örgulega, ég held að vera skráður ykkur 700 laxar eitthvað, það var árin ég tók við þessu. Já. Ég held að það verið svona 12-13 lax sem veitist þannig í júni og var allt bara stórlax. Já, þetta var bara eitthvað að klikka sko. Þetta var, við fórum í hálfan dag og tók 9 stórlaxaskilu og nokkur klukkutímum. Það var bara eitthvað svona uník sko. Já. Kannski verður þetta svona næsta sumar. Það er ekki ólíklegt. Nei, ég meina, líkur á því núna og svo mikið að smálaxi. Ég trú að þetta veri gott stórlagsár, allavega. Já, ég get ekki ímynda mér að það sé erfitt að selja þetta eftir þetta sumar. Nei, þetta er allt búið bara. Já. Þetta er bara uppselt sko. Já, einmitt. Hvert þetta svona eins og í sumar, fórstu víða? Já, svona ég er með mér hvað ég gerir svo ég fór í smá í sjóbyrting með strákanum og hvert ferðið í byrting? Ég fór í vatnamótin tvisvar. Í haust eða í voru? Ég gerir bæði. Já. Þetta var svona við vorum pínu óöfnið með aðstæðu sko, það var sól og logn allar tíman og þetta er svona rosa hardcore veiði sko. Já, mikið vaðir. Já, var ekki allir að fíla þetta sko. Nei. En alltaf kannski styrlaði fiskar og lendir að þeim. Já, þá voru þetta alltaf að vera klikkaði fiskar sko. Við vorum bara í litlum sko. Já, bara svona venjulum. Já, við sagði sko, ég maður ekki tektur að veiða stóra fiska. Nei, það er svoleiðis. Ertu grillsari það? Já, ég veit ekki sko, ég ætla hann ekki tekið 20 pundalaxin. Nei, ok, en það er svo sem ekki það liður. Nei, síðan En byrjuðu satt verið fullt í júni í Eystri og eitthvað svona, þetta lítur að vera dett inn. Já, ég fór með kona, hún var að koma með mér að veiða fiskitt í mörg ár sko og hún tók 23 metra. Nei, það er alltaf bara svínslegt sko. Já, bara beautiful sko, það er bara ennþá betra sko. Hann náði ekki 100 cm. Nei, vá. Hann var 99 cm og 23 pund viktar. Það er svakalegt. Það var rosalega fiskur sko. Hnaust ykkur, nýgengin. Hann er alveg farið kannski 104 eitthvað haustið til. Já, það er að koma inn góð krokodíli getur á hann. Já, það var geggjað fiskur sko. Hún læt mig heyra svona slæði sko. Þegar maður segist að veitt flottan lax kannski 15-16, hún bara, ekkert svo stór. Fór þannig væri. Já, það þarf að röppi sín sko. Hún er ekki fengið dellina hana? Já, en veist það gaman sko. Svo er talað glæsla fiska. Þú er líka verið að dunda þér í því að þrykja þeim á pappa. Já, þetta er ég lærði prentari og var að gæta frakka sem heitir Ívan, mjög merkileg maður sko, hann er svona pæjunir í alls konar hlutum. Hann var alltaf í mörg ár, hann alltaf kom með pappír og blek og svona skilu og berið þetta á skilu og sem setta pappírinn og reyfið þetta á sko, þetta var bara svona klessa hjá hann sko, ég bara séðan bara 1 ár fór ég svona pæl í þessu hvað hann væri að reyna að gera skilu og þá fór ég bara svona lærði þetta eiginlega bara á netinu og síðan þegar hann kom ára eftir og hann var tungulæk þá átti hann að gera þetta og segja, nei, ég skal gera þetta fyrir þetta svo ljótt hjá þér og ég prenta þetta fyrir og hann var svo hissa maður síðan er ég bara búin að vera drómi áfram í þessu að En þetta er eitthvað svona japansk list eða ekki? Jú, þetta var eitthvað held ég tengt eitthvað þegar veiðimennirni voru kannski að veiða stóra fiska eða fjölda þá þurfti að taka afrita fiskunum og gáttur ekki logið til stærðina eitthvað leys. Það er náttúrulega, ef þú tekur bara afrita fisknum þá var þetta ljúga hvað hann var lítill eða stór. Það er erfitt. Það er erfitt sko. Þetta er smá. Hvað heitir þetta? Þetta heitir eitthvað Goyadugu. Goyadugu, já. Þetta er svo ég er búin að taka nokkra svona marjulaxa fyrir góða kuna og
og prenta og ramma inn fyrir þá. Það kemur bara vel út. Og þú nú eitthvað að selja þetta líka í? Jó. Er þá að selja það að fólk komi fyrst til þín eða er þetta framlega bara eitthvað? Já, ég bara að gera bæði bara. Veist, þetta svona bara, þetta ekki einhver brjálaði business en þetta er svona hobby bara líka og ég gaman að þessu. Og þetta náttúrulega svona persónlegt fyrir fólki, það fyrir að stoppa yfir lax á þetta, þú náttúrulega verður að drepa laxinn. Þetta er smá prósess að gera þetta, að prenta og rammin. Mér finnst það flottara heldur en uppstoppaða lax. Uppstoppaða lax er svolítið tabú í dag, svona búið svona. Við sittum myndi í veiðifélaginu og að glæsileg mynd laxi, ég held að þess að þetta hafa veist í Rússlandi, hverju góðurum ferð. Það er svona meira orðið en það, menn sé myndi að teikna þetta eða mála það. Ég ætla að gefa ykkur mynd. Já, ég á nú ekkert í þeirra búð og gefur Dotta það bara myndi. Það gefur þeir líka mynd. Já, snilt maður, það var ekki ekki. Já, svona gamli góði uppstappaði laxi fyrir hann aðreininu svolítið búið með þessari nýju veið að sleppa. En náttúrulega rángárnar náttúrulega bara perfekt vettvangur fyrir eitthvað sem að stunda þetta. Fullt af stórum laxi og mátt drepa á. Já, þetta er flottur svona fyrirtæki, ef það er kannski banki eitthvað býður einhverjum kunnum og þessi koma einhverjum marilaxar að geta búðum upp að fá marilaxin á prenti. Geggjað, sko. Það er svona öðruvísi. Ég held að ég sé svo inni á Íslandi sem að gera þetta. Já, ég hef allavega ekki séð þetta næst að maður er séð þetta á Instagram og svona einhverja gaufís og einmitt svona einhverju japanir að taka einhverja alls konar karfa og eitthvað. Já, nokkulega. Þetta er Hvernig er þetta, ég held að fólk áttur sig ekki vendilega á því þegar ég er búin að skoða þetta svona, hvernig er þetta gert? Þú náttúrulega dreipur fiskinn. Já, og síðan þarf ég þarf að fylla hann, taka aðra, ef ég sérstaklega þetta er stórfisku, þá þarf ég að fylla aðra hliðina af og annars krumpast pappir svo mikið, það er svo mikið bogi. Það liggur líka betur að fylla hann og síðan þarf ég að loka tálknanum, maður þrífa rosa vel, taka allt svona blóð og líma fyrir tálknin og fylla upp hann sé bara hafa hann flatan og hægt og reyna stilla hann þannig að hann sé sem eðlilegastur og síðan er svona sérstakt blek sem að penslar yfir fiskinn. Já, þetta er alveg bara, þetta er ekki bara eitthvað þú þarfst að kaupa þetta sérstaklega fyrir þetta. Já. Og síðan eru til svona hríspappirar, ég er kannski ekki alveg eins hrifinn af þeim svona japansk svona eitthvað traditional það er svona sumt aðeins er ekki alveg ég fíla ekki það sumt pappirinn er bara betri sem legg ég pappirinn á og síðan nutta ég pappirinn fastna við laxinn sem bara er búin að sletta hann út og síðan tek ég bara svona afrit af. Og þá er þetta bara komið með nákvæma repliku af fisknum. Já, þú ætti að gera þetta örugglega kannski svona nokkru sinnum, kannski að missa stundum 4, 5, upp í 10 sinnum til að fá öll dítelin. Það farðu allt treysti. Já, blekið sjúi sér inn í þetta allt. Já, koma, þetta sé bara náttúrulega blek, eða svona hristur. Já, einmitt. Sem ég veit líka mjög flott þegar það er svona, það er engin fisk, ekkert afrit er eins. Þú myndir gera 10 afrita sama fisknum, það er ekkert eins. Það er líka svona bútið við þetta. Þetta er líka lifandi, Þetta er mér er líka flottir að maður tekur rífupappirna, það kemur hreistur af fisknum á myndina. Leifur því þá að vera bara? Já, mér finnst það flott. Sérstaklega er svona nýgengin sóbyrtingur eða lax. Smá svona silfrað. Já, það er mjög töff. Það maður stjórnar því, það gerst bara óvart. Það er svona, þá veit maður þetta sé svona alvöru afrit af fiskinum. Nákvæmlega maður. Svo þú náttúrulega teikt þessu brenndæmi. Þú hefur verið framan á þeim fræga brendmili Trout and Salmon. Prít forsíðu. Já. Þú ert cover model. Já, ég náði því Ég náði því 2 eða 3 ég held að hendin á mér hafi verið einu sinni. Já, rosalega fallega hendur Svona handamótur. Já, ég held að fiski og það sátt puttandi Var það ekki í Súlander Jú. Hendin í ykkur gleri. Ég held að það rosalega verið klipta negli Já, búin að pússa þetta bara Hver er sagan á baku það? Þú endar einhvern veginn frá Trout and Salmon. Já, ég man ekki, þetta var svona kannski
það leiti þegar ég var að hætta hjá Laxá, þetta er svona 2005 eitthvað, en Hall Eiríksson vinur minn, hann var að vinna hjá Stango og bað mig að gæta hennar Peter Gaðakól sem er nýttari og blaðamaður fyrir Tróðið saman og ég fór með henni svona sóbyrþingsferð, við fórum hana í Steinsmýravötnin og Eldvatn og Varmá og þetta var alveg rúndur. Já, þetta var mjög gaman. Þeir hafa verið sáttir. Já, þetta tókst bara nokkuð vel sko. Maður er nokkuð sem veit með einhverjum svona blaðamönnum þegar það verið að reyna að ná einhverjum svona covermynd, þetta er fólk heldur ofta að þetta gerist bara svona eins og maður getur hér manni sjálfur þetta tekið upp og bara þetta er alveg, þú veist, það er sett búr út í og svo bara verið að mynda í hálftíma sko, svona veist left sko. Já, Pítur sko, hann er meiri ljósmyndar heldur en veiðmaður sko, gekk stundur svona ekki alveg nógu vel hjónum að fá fisk. Að fá fiska? Já, maður þurfti að sjá það. Já, þú varst ráðinn í þann verkefni. Hann alltaf fekk einhverja fiska skilu en hann er rosa öflugur nýttari og ljósmyndari. Sér voru við gerðum við aftur greinum með honum, með Meika og Garðari, fylgum mínum. Við vorum með minni allaleg og það var búin að fara í Fossá og fleiri staða búið að brjála viður. Þetta var svona, þetta var í apríl eða það var alveg ekki draumurinn í minni allavega ekki brjálaður. Nei, þetta var bara búið að vera sko, það var búið að vera brjála viður í heila viku. Síðan vorum við bara komið nóg og förum í pottin í minni allavega og blaðamaður náttúrulega lungu hann að sofa sko, klukkan er svona 3-4 nóttina. Þá allt innu bara slökna á vindinum sko. Og við bara lítum út í húsbreiðina já, og þar er fiskur á vaka, við bara klukkan 4 við bara, förum að veiðum við bara í pottinu sko, tökum stöngina maður og ég á stuttbuxunum og ég segi horfa frá mig, okkur er í stuttbuxunum klæddi múr öllu fötunum Þetta er eitthvað þema já, þetta er svona, þú veist og ég fór nakin út í á 3-4 nóttina og með þurrfluguna mína ég náði einum urriða á nakin á þurrflugu þetta er lett þetta var, ég held að þetta veri eini fiskur sem ég fekk þessa viku það var nakin, ég kannski ætti að gera þetta oftar Var þetta stórfiskur? Já, þetta var flottur fiskur sko. Það hefði ekki allir verið stórir á þessari mynd satt. Nei, hann er náttúrulega týndist sko, það var allt en strákanir þeir Garðar var með svona myndavel og tók örugglega svona 100 myndir sko af þessu og síðan náttúrulega bara gleymdist það sko og hann náttúrulega á konu og hún hefur verið með saumaklúbb ég held að myndavelin hefur endað í saumaklúbb Shit maður allsbyr með með þurrflugu urriðan sín sko. Þetta er alltaf legendary sko. Já, þeir gáðu mér plaggat þegar ég var fertur af mér mjög flott plaggat sko, það er Naked Guide sko, fullt að myndum með þetta var líka svona sólin var að koma upp og allt bara, þetta var alveg perfect moment bara. Já. Maður verður ekkert alveg veið, maður fyrir maður búin að taka sko einn urriða nakin á þurrflugu. Nei, ok, ég þarf að fara að dríma í þessu. Já, ég mæli með þessu, þetta er svona góð tenging við náttúruna. En það er svona magnað þetta með minnuallaleik sko, þetta er náttúrulega svona kaldavermsli og eitthvað heitt þarna yfir ofan og eitthvað. Ég var að nýta flugur í veiðhúsinu í vetur, síðasta vetur, í febrúar eða eitthvað. Og það er bara -2 eða eitthvað. Og svo byrja bara einn allt í hennu að súpa það við yfirborðinu og gera það bara allan daginn og við vorum að vera óðir þannig að horfa á hann sko. Ég veit það sko. Það lágur bara að reynst gott að við vorum ekki með stöng því að við höfum örgulega stólist til að veiða sko. Það geta verið erfiðir hana sko. Já, þetta var alveg, þú veist, challenge sem maður var maður var pínu kalt sko, þannig úti í á að kasta á húsabreiðina sko. Ég var ekkert tímann að fara með eitthvað að kalla þarna upp á hálendi, í Köldukvísl og eitthvað. Þeir voru búnir að vera þarna sko, í minnuallaleik. Það var ekki á auðveldum tíma í minnuallaleik, þetta var svona í loki júlí eða eitthvað.
en sko fiskur búin að vaka fyrir utan húsið, allir fiskarnir allan tíman í 3 daga en sko ekki, þau voru búin að fá eina töku aldrei búin að spúka þá eða neitt, en bara þeir liti ekki við neinu sko. Þetta ótrúlega sko. Og svo ser maður að maður skoða veiðibókina þarna, einhverju finskir perrar með flugunúmer 32 eitthvað skrifaði fyrir öllum fiskunum. Já, ég veit það. Þetta er alveg magna sko. Já, þetta er alveg þetta skrúast fyrir aftur upp. En hérna, ef þú fer sjálfur að veiða, hvert fyrst er svona skemmtilegast að fara? Þú nefnir náttúrulega Laxárdalinn og... Já. Svona þú ert ekki í vinnunni. Birgir að græja hérna, græja mækina, það er svona... Mér finnst rosa gaman að fara í Eystri-Rangá í júní og byrjun júlí, sko, í stórlagsinn. Síðan fyrst mér alltaf Þingvellir, mér finnst gaman í Tungulegg, hérna sóparþingli, sérstaklega haustinn. Ég veit ekki, ég er rosa mikil aðlæta bara. Ég finnst bara alltaf gaman að fara að veiða. Gaman að veiða bara, gaman að vera með stöng bara á öðlum. Já. Ég kannski ekkit... Nei, þú veist, út í silung og sjóbyrting og laxi. Já, ég er ekkit eitthvað að stoppa með... Vatnaveiði og ám og... Já, ég er í svo öllu bara. Maður bara... Mér er náttúrulega... Mér toppurinn er bara, fyrst mér er að veiða á þurrflugu. Já. Mér finnst það skemmtilegast. Og þegar ég er svona, mér finnst mjög gaman að alla börnum minn upp í veiði. Já, þannig að búin að smita þau. Já, ég fann að reyna að alla þau hans upp. Já, geggjað. Mér finnst það mjög gaman. Og konur náttúrulega líka. Þegar hún nennir að koma með mér. Já, ok. Þú veist, ég myndi nú ekkert nenn að hafa hana sko með þessi aflabræði á henni. Nei, hún alltaf að setja það niður bara. Já, ég sem kannski erfið að ef maður er með henni að vera eitthvað fara að striplast eitthvað, sko. Já, eða auðvöldara. Já. Já, þetta sumar í affallinu, hvað segir þetta? Það var 1700-1800 laxar. Já, þetta var rosa veiðina, sko. Já, svekkjandi að halda ekki áfram. Já, maður vilja halda þessu áfram, klárlega, sko. Þú veist að maður fekk, ég til mig aðstæmi þokkulega að selja þetta. Ég held að mitt sala hjá mér ár, það var einhver önnur ástæða bak við þetta, ég fekk þetta ekki. Já, það er náttúrulega þetta nýja batteri hérna, kolskeggur. Já, það er að fara að staða með þetta. Já, þetta er náttúrulega þessu útlendingu sem á þetta, þessi sjóður sem á þessi bæði fyrirtæki. Eystri-Rangá, Sportinga og Kolskeggur. Já. Þeir eru með uppbóðsölu fyrir þeirrunu líka. Já, þetta er bara... Já, þetta er bara... Þetta er eins og það er, það auðvitað að vera með svektir, það er enginn í þessum bransa nema af ástríðu og tilfinningum, sko. Nei, maður á þetta ekkert skilur. Nei. Og þeir náttúrulega geta bara gert sem við vilja skilur. Já. Það hefur verið, þetta er kannski, þetta er ekkert uppbóðs átna mínur en þetta er vinsalar ár og ég held að sé fáir sem að dása mig fegur affallsins til dæmis, sko. Nei, ég veit það alveg, sko. Þetta fylla kistuna á það. Já, það er, þú veist, kannski það er allir með mismunandi smekka á veiði, skilu. Þarna má náttúrulega veiða á maðk og allan þetta. Þetta er svolítið svona kanall, ég hef nú ekki veit þannig, ég veit þverá bara. Þverá er miklu skemmtilega á. Já, það er svona meira næslega. Já, miklu skemmtilega, sérstaklega uppfrá, sko. Já. Þetta er ekkit svona þarlega sem veiðist þar í affallinu, þetta er bara slepptutinu hérna og þá er skur með það. Já, það er mikið að lagsi, ég sleppa náttúrulega gríðlu magnið þarna, sko. Já. Ég held ég að slepptur 30% minna lagsi núna í þeirra í árheldurinn ári undan, sko. Já. Ok, það verður eitthvað sandræður. Já, það er fullt að tökjarlagsi og það er samtalið sleppt nú, ég slepptu 60.000 árið þar undan og 40 núna. Það er alveg 1700-1800 laxa veiði á þessu affallinu er náttúrulega bara eiginlega næstu of mikið, sko. Já, þetta er allt of mikil veiði, sko. Allt of mikil veiði. Hún þarf ekki að vera svona mikil og segir náttúrulega kosta og... Já, ég held að það er sleppt 80.000 í hitti fyrir á 60.000 núna. Já. Það verður, ég meina, 1700 laxa, þetta er bara, veist, þessi svo sama veiða í mig fyrir á eitthvað.
Ekki, jú, hvað er hann að- við erum með þetta hérna á Við erum veggnum, 1725 10 stangir Já, miðfyrir ég meina, veist, þetta er bara rugg. Ha. sko var ekki miðfyrir á besta þessum náttúrulega ámi sumar Jó, þannig að affallið er þetta right up there þetta er bara rugg, sko. einhver fráveituskurður Já, já, en það er, þú veist, menn sækjast í þetta til að veiða fiska, þú veist, það er gaman að fá fisk já, það er alltaf gaman að spila fisk og já, þetta er náttúrulega reynsla fyrir, kannski minna vanna á hann fara upp í, kannski, aðra ár. og svo er líka bara stundum gaman nefndi í mókuði sko. Já, nákvæmlega, sko. já, frábært hvað er allar að veiða 2021? Já, og ekki affallinu nei, ég fór í affallið einu sinni fyrir einhverjum árum og það var ekki þetta er ekki fyrir þig nei, það er ekki alveg minnsmögur en ég fer alltaf í Fossona á haustin, hún er svona uppáldið á mér hvenær er hún að byrja? Hvenær, þú veist, þetta er náttúrulega þessar hliðar á Þjórsár, þannig að það eru mikla svona haust lagsin liggur oft lengi í Þjórsánni já, þú veist, það hefur veist lags fyrsti lagsin eitt ári var 4. júli minnum mig já, ok en það er náttúrulega bara, það er bara slísa lags en það er svona kemur svona smá kannski skot í lók júli ágúst og síðan svona í endan ágúst er þetta svona það komið eitthvað gangur í þetta já, maður hefur gert fína veiðana í miðan ágúst þannig að koma snemma sem alltaf september er all tíminuna já, það var það fengur 17 lagsa yfir í daginn og það gerist hverju ári sko, hverju lendi í svona bingoði þannig að skróla upp já, ég man að þegar ég fór hann ég held að við fengi 8 lagsa þennan dag þetta var meðan september 2008 ég man það því að félagin fór með mér var með fyrsta iPhone þá var hann einu maður sem vissi þessi sem átti iPhone það var hann nýkomur út maður að keypta hann í London og svaka stoltur 2008, já, maður vissi ekki þessi á hérna 2008 það var bara svona falin berla skilju já, það var einmitt eitthvað bara menn bara heldur kjáttið með þetta já, það var einhver Sandana skilju, skemmtilegar ár Sandana náði náttúrulega að hanga lengur svona já, hann að serra með vatnið já, ég hef mitt fyrst getur ég fór í sand og þá var bara skóræktin átt þetta og það var ekki banna að veiða en það var ekkert verið að hvetja til að veiða þetta var svona gráðsæði já, ég var hann líka sko ég fekk hann einhvern eitt lags og svo aðstæðan fórum er að félagin hann sporð tók 20 meter lags hann bara lág svona hlið á milli grjóta og hann ekkert fastu bara greið hann bara það bara svona það er sett í naut sko en já, þetta er sérstaklega hérna maður hefur heyrið það í sko mitt á þessum tíma 2008, 9, 10 eitthvað áður en þetta fór í ykkur útlegu regna sem tók þetta náttúrulega fyrst þarna með mig á eitt ár og eitthvað, það var svona eitthvað 2011, 12 eitthvað en á þessum ári þá heyrið maður að mönnum svo að veiða þarna bara sko undir lok október og eitthvað og þá voru þeir að fá sko þá var komin alveg mók hann sko það er náttúrulega bara má ekki veiða nei, ég veit það sko það er ekki gott að trufla hann í hrygningu nei en sko, já, ég sé myndir að þessu alveg, já, fiskar upp í 8-20 myndum ég veit ekki hvert maður á að fara næsta sumar sko, ég er svona maður er ekki búin að plana þetta, maður þú eru ekki að plana neitt einhverju viti, skilur, maður veit ekki hvort maður er að gæta eða ekki, skilur svo er það, þú náttúrulega vinnur við þetta já, það er vandamál sko já, og líka á þessu tímar bara hvort að menn komi og þá hvernig það er náttúrulega ekki það er nú einhvað byrja að bókast til næsta ár maður er það en sem veit maður ekki hvort að bóluefnisfréttir að reykja menn á rassinum maður veit ekki hvort það verður aðeins skilur það verður ekki bara sama ruglaði í sumar kannski aðeins skora já, er það tilfinningin? Ég veit ekki sko ég held að það verður eitthvað koma einhverjur útlendinga sko já, ég þú veist alltaf munurinn á veiðitúristum og öðrum túristum er að þeir eru veikir þeir geta ekkert mist úr heilt sísón nei, við erum sjúklingar sko það er nefnilega munurinn, maður sá það alveg í sumar menn voru æstir að koma leið og var hægt sko. já ég veit ekki, ég ætlum að fara ekki það var gaman að fara við erum rættu að strákarnir að fara aftur í Laxárdalinn já það getur verið gaman hún var að flýta þær að bóka maður
maður þú ekki inni sko. Nei, þú veist, þú er það. Já, endilega, maður voru að drífa aftur norður. Já, ég geri það. En það mitt sama, sko, maður búin að vera svo heppinn eitthvað undanfarinn ára með að lenda í einhverjum góðum þurrflugskotum og það svona heroinum hans. Ég veit. Svo náði ég bara einu mótni í sumar sem var eitthvað svona, þannig að maður svona smá pirraður, sko. Já. Þegar maður getur aldrei planað þurrflugveið á Íslandi út af veðri og það er ekki hægt. Öðru. En já, þetta er slett að þrúskast og vera bara með þurrflugun og kasta allan daginn þannig að einhver hoppar á það. Það er alltaf geggja við Laxardal og ég hef búin að vera að prófa það líka upp í Mývatnssveit og það virkað það líka. Við erum bara með því stærri þurrflugu því betra og svo bara kasta stutt allan daginn. Það er svo heldur að sé á svona það kemur upp í þetta annars lagi sko. Já, gerir það. Já, það er alltaf ógeðslega gaman. Það er alltaf sama hjartaáfallið þegar það gerist svo. Já, ég veit það, geggja. Það eru frábært, Gumi, ég bara þakka að kella að vera komin á spjallið. Já, bara takk fyrir þess. Gangi ég vel að bóka í vetur fyrir næst sumar. Já, takk fyrir. Takk. Bye. Takk kærlega fyrir að hlusta. Mér langaði að segja ykkur frá Facebook síðu þáttarins, Hylurinn hlaðvarp og einnig að hvetja ykkur til að subscriba og likea þar sem þið hlustið, hvort sem það er á YouTube, Spotify eða Apple Podcast. Takk fyrir.